Ari Trausti Guðmundsson jarðfræðingur hélt á dögunum fyrirlestur í Keili á Ásbrú þar sem hann talaði jarðvá á Reykjanesi. Hann útskýrði eldstöðvakerfin 4 á Reykjanesskaganum og sagði einnig frá því að hugsanlega eitthvað að gerast í einu þessara kerfa. Það sem óvenjulegt hins vegar núna það að við suðurendan á Kleifarvatni og Sveifluhálsi, þar eitthvað að gerast og það felst í því að þar bólnar land, þar verða jarðskjálftar og þeir eiga sér upptök kannski á 6-7 km dýpi. Þannig að það gæti vel verið, þetta viðvarandi, það gæti vel verið að þarna sé eitthvað í uppsiglingu í einu af þessum 4 eldstöðvakerfum. Það getur enginn sagt hvort að þetta takir langan tíma eða degi út eða verði að einhverju öðru. En alltént að þá þetta svona það nýjasta nýtt í jarðsögunni hérna og við vitum að það verða gliðnunar og eldgosahrinur með 500 til 1000 ára millibili og síðast þá var þetta 13. öld. Þannig að svona bráðum fer að nálgast á tími að maður gæti búist við einhverju en það þó ekki þannig að eldstöðvakerfi sé eins og klukkur og maður geti reiknað með þessu. Hvernig eru þessi kerfi hérna að hegða sér? Einhver ákveðin rytmi í því? Já, rytmin hann þannig að sko landrekið náttúrulega í gangi og það eru flókin sprungukerfi, það eins konar tvenns konar sprungukerfi á skaganum. Það mikil hreyfing og hefur verið þá í öðru kerfinu, ekki hinu sem þá meira tengt eldgosum og þessi svona hvað ég var að kalla rytmi sem í þessu, hann stafar af því að það tekur ákveðin tíma að byggja upp spennu í jarðlögunum sem svo losnar og núna eins og ég að segja þá eru komnar hérna 7-8 aldir frá því að hér var veruleg gliðnunar og eldgosahrinna og miðað við svona jarðsöguna undanfarna 10.000 ár til dæmis þá gæti maður búist við því að innan, svo maður tali nú varlega, einhverja áratuga eða örfára alda þá færi hér eitthvað í gang í annarkvort öllum að þessum 4 kerfum eða einu þeirra og það útilokað að segja hverju. En verður eldgos á Reykjanesi óvænt eða fáum við einhvern fyrirboða? Nei, þetta verður ekki óvænt. Það alveg klárt mál að áður en að svona hrinur byrja fyrir alvöru, að þá eru ýmiss konar merki sem að hægt að lesa úr og með þessum nýju tækjum, þessum nákvæmu landhæðamælum og hreyfimælum, jarðskjálftamælum og ýmsu öðru, að þá hægt að spá í hlutina dálítið vel, þannig að ég alveg sannfærður það að þetta kæmi ekki óvænt á þann máta að þetta tæki fólk í rúminu, en auðvitað alltaf svona óvænt vegna þess að við erum búin að vera hérna öldum saman án þess að svona gerist. En getum við talað eldgos á Reykjanesskaganum sem túristagos? Jú, þau gætu verið það í sjálfu sér, skilu. Það alveg hægt að sjá fyrir sér eldgos upp í Brennisteinsfjöllum eða eldgosin í Móhálsadal sem að gera ekki mikið af sér og valda jafnvel heldur engu sérstöku tjóni. En það jafn auðvelt að sjá fyrir sér gos þar sem að mannvirki í hættu, efnahagslegt tjón vissulega því að fari hitaveitu æðar í sundur, vegir lokast, alþjóðaflugvöllurinn ekki vinsæll og svo framvegis, þá þetta auðvitað allt saman efnahagslegt tjón og ef það gýs í sjónum þá náttúrulega kemur askan inn í þetta sem að gerir nú eiginlega ekki ef það gýs inn á landi, þá þetta venjuleg hraungos og flest þessara gosa sem að hafa verið á sögulegum tíma, þau eru lítil en þau eru löng, það að segja goshrinurnar eru langar. Ef að menn muni eftir Kröflueldum þá erum við að tala eitthvað svipað með kannski allmörgum eldgosum en það getur teygt sig yfir 1, 2 eða 3 áratugi.